Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir gestur þáttarins að þessu sinni Arnheiður Jóhannsdóttir sem að stýrir markaðsstofu Norðurlands. Vertu velkomin. Takk. Markaðsstofan, ferðamál eru ykkar svona ær og kýr að ná til útlendinga og sannfæra þá að koma til Íslands. Hvernig það nú gert? Það er mjög einfalt. Þú þarft bara að vera með allar klær úti. Við erum svolítið þar. Við erum að nýta okkur allar mögulega leiðir til markaðssetningar og við erum að vinna í mjög þéttu samstarfi við bæði fyrirtæki og sveitarfélög á svæðinu. Það er það sem skiptir máli. Þá komum við fram sem ein rödd, einn landshluti. Við erum með Norðurland frá Hrútafirði yfir til Bakkafjarðar og það sem að erlendum aðilum finnst svona kannski standa upp úr varðandi svæði, það er fjölbreytnin sem er þar í boði. Þannig að við höfum svolítið eitthvað fyrir alla. Við erum mikið að leggja áherslu á að fá ferðaskrifstofur, blaðamenn til okkar norður til þess að þeir svona prófi svæðið og geti síðan sagt frá sjálfur sinni upplifun. Það er svona auðveldara heldur en að vera að við séum að segja frá. Síðan förum við auðvitað á ferðasýningar, bæði hérlendis og erlendis, höldum þær líka sjálf. Við erum mikið á netinu og samfélagsmiðlum. Þar nær maður í útlendingana svolítið núna og við erum síðan líka að gefa út prentaefni sem að þeir eru að nýta sér þegar þeir eru komnir til landsins. Og já, við erum reyna bara í öllum mögulegum málum og vinnum þetta mikið með til dæmis Íslandsstofu sem er að markaðssetja landið, þannig við séum öll að tala einu máli. En samfélagsmiðlarnir skipta sjálfsagt gríðarlega miklu máli og að vinna rétt þar. Já, þeir skipta mjög miklu máli. Ég myndi aldrei segja að við ættum bara að vera þar. Við erum í rauninni alltaf að koma sömu skilaboðum út í öllum okkar miðlum og öllum okkar tækifærum, hvort sem eru sýningar eða samfélagsmiðlar. En við getum heldur ekki bara að henda einhverju þar út. Þar þurfum við alltaf að fylgja okkar stefnu og okkar ímynd og vera að sýna þessa mynd sem við viljum að menn fái á Norðurlandi og okkar svona lykilorð eru kyrrð, orka og töfrar. Það eru orð sem að ferðaþjónustan kom sér saman 2010 og við höfum svona fylgt þeirri stefnu, sýna manni svona allar víddir á Norðurlandi. Og það er auðvitað bara mikil vinna við samfélagsmiðlana, efnisframleiðsla og svona vera svolítið með puttan á púlsinum að koma fram með alls konar skemmtilega hluti þegar þeir gerast. En hversu mikið mál er það að fá blaðamann, einhvern þekktan blaðamann á stóru ferðamanna tímariti? Það sjálfsagt er svolítið góð auglýsing að fá slíka umfjöllun? Já, það er það. Við verðmetum í rauninni það sem að þessir blaðagreinar eru að skila okkur og við höfum farið upp í 200 milljóna verðmæti í einni blaðagrein sem er langt umfram veltu markaðsstofunar, þannig að það skiptir okkur mjög miklu máli að menn séu tilbúnir að koma. Það hefur orðið mikil fjölgun árið 2011, þá vorum við með 12 blaðamenn sem komu norður og núna erum við komin upp í 150 blaðamenn sem eru að koma og skrifa svæðið. Þetta skiptir mjög miklu máli og þeir eru að skrifa svona alls konar hluti. Sumir koma með mjög skýrar skoðanir og svona mjög ákveðnir hvað þeir vilja sjá og gera og en aðrir koma bara svona svolítið bara fyrir forvitnisakir og við getum þá stýrt þeim aðeins meira hvað við látum að sjá. Og við erum í rauninni alltaf að svona passa að þeir fara allt og það er eitthvað sem er að ganga miklu betur núna eftir við erum svona búin að ná svona ákveðnu status. Norðurland er orðið ágætlega þekkt út í heimi. En að markaðssetja þá Norðurland og Ísland út í hinum stóra heimi, það hefur orðið svolítið breytinga á þeim sem að koma til landsins eftir þjóðernum Asíubúum fer fjölgandi, að markaðssetningin hún fer ekki fram væntanlega eins í Asíu og svo kannski í Vestur-Evrópu. Nei. Hún er í rauninni alveg gjörólík. Það þarf aðlaga markaðssetninguna af hverju markaði fyrir sig. Að því hún nefnir samfélagsmiðlana áðans, Asíubúar til dæmis eru á allt öðrum samfélagsmiðlum heldur en við og auðvitað þarf bara að vera á þeirra tungumáli og það er ekkert eitt Asíu tungumál. Þú þarf bara að kortleggja mjög vel á hvaða tungumáli þú ætlar að tala og hvernig þú talar við þessa ferðamenn á hverju svæði fyrir sig. Við höfum lagt mikla áherslu á að markaðssetja fyrir Mið- og Vestur-Evrópu og við höfum lagt mikla áherslu á Norðurlöndin og Bandaríkin líka og minni áherslu í rauninni á Asíubúana. En svo svona kannski skriðan fer stundum af stað og Asíubúum er að fjölga mun hraðar heldur en kannski nokkuð maður átti von á, en við erum samt rétt að byrja þar. Þannig við höfum örugglega eftir að sjá mun meiri fjölgun þar heldur en við erum búin að sjá núna. Ferðaþjónustu fyrirtækin á Norðurlandi, hversu mörg eru þau og er það ekki þannig að þau eru stærstum hluta lítil?
Jú, þau eru að stærstu hluta lítil. Þau eru töluvert mörg. Það eru 230 í samstarfi við markastofuna, það eru svona öflugustu fyrirtækin. Það eru 80% af þeim eru lítil. Þannig að við erum með svona mjög stóru öflug fyrirtæki og þess vegna svo mikilvægt þetta samstarf að menn svona bakki hvern annan upp og vinni fyrir heildina líka og það frábært að sjá einmitt að stóru fyrirtækin eru að leggja sitt að mörkum og vinna fyrir heildina, til dæmis í markasetningu. Maður gæti auðvitað sagt að Höldur til dæmis þyrfti ekki að markasetja meira, en þeir taka fullan þátt í markastarfi fyrir Norðurland í gegnum okkur, að taka á móti blaðamönnum og vinna alls konar verkefnum og það auðvitað hjálpar svona öllum öðrum á svæðinu. Hefur orðið einhver svona viðhorfsbreyting á undanförnum árum sem þið eru augu fólks að opnast fyrir því að samvinna borgar sig þó að þau séu þessi fyrirtæki í ákveðni samkeppni? Já, mér finnst það. Það eru í rauninni á öllu Norðurlandi eru komin mjög sterk svona samtök, ekki formlega endilega en mjög sterk samtök fyrirtækja og þau eru búin að átta sig á því hvað þau geta gert saman, hvað við erum stór saman og það sama má segja allt landi í heild sinni að við erum að vinna mjög þétt saman ferðaþjónustan allan hringinn landið og ég held að þetta skiptir mjög miklu máli. Við fáum til dæmis hérna á Norðurlandi þegar við erum að tala við flugfélög þá eru þau að velta fyrir sér hvort að við höfum nóg að selja fyrir margra daga ferð, vikuferð eða eitthvað svoleiðis. Og ef þú horfa bara á eitt fyrirtæki þá getur þú sagt býtu þetta afþreyingarfyrirtæki það getur nú bara síðan mína kúnna í einn dag. En leið að það er komið þetta samstarf þá sjá menn að svæðið hefur upp á svo margt að bjóða. Það er eins og óheppilegt í þessu að samstarf eru þetta ekki leyft að öllu leyti, það eru ákveðnar reglur og samstarf til dæmis, það var mjög flott verkefni sem fór af stað í Eyjafjarðarsveit fyrir örfáum árum, varðandi það að vera með opið á ákveðnum dögum, þannig að menn geti þá sent ferðamenn og vita að það væri einhver veitingarstaður og það væri afþreyingarfyrirtæki, en þetta er eins og að bannað, þannig að samstarfið það má ekkert verða of mikið, kannski því miður þegar svona minnisvæðir að koma sér að stað, af því að samstarfið skiptir öllu máli. Starfsfólki hefur fjölgað hreint gríðarlega í ferðaþjónustinu land allt, en hvernig eru þá innviðirnir, þessi svokölluðu innviðir innan greinarinnar, hvað með menntun til dæmis starfsfólks? Innviðirnir eru ekki nógu góðir. Við höfum náttúrulega mikið talað samgönguinnviði en ef maður horfir á aðra innviði eins og menntun og gæði þá að valda okkur miklum vanda þessi árstíðasveifla, þar að segja hversu fá heilsársstörf við höfum í raun. Að fyrirtækin séu að þurfa að ráða starfsmenn að vori og reka þá á hausti, náin öllum sínu tekjum á örfáum mánuðum. Það veldur því að það ekki hægt að þjálfa upp starfsfólk jafnvel, það ekki hægt að sinna gæðamálum jafnvel og þú hefur kannski ekki mannskap yfir veturinn til þess að fara í flókna gæðavinnslu eða að setja mikið menntakerfi. Þannig að þetta stóra markmið okkar, það að fjölga heilsársstörfum til þess að gera okkur kleift að fara að vinna að nýsköpun og að menntamálum, að gæðamálum og í rauninu öllu því sem að tengist í að starfsmann sé bara í sínu starfi áfram allt árið. Maður kemst nú ekki hjá því ef maður hlustar á útvarp, horfir á sjónvarpsblöðin að ferðaþjónustan hún kallar mjög eftir því að ríkisvaldið hugi líka þessum svokölluðu innviðum eins og til dæmis bara vegakerfinu. Já, það í rauninni ótrúlegt hvað við lítið gerst varðandi innviðina og við erum að syngja sama söngin stöðugt ár eftir ár. Ferðaþjónustan hefur vaxið mjög hratt síðan 2011. Svona fór bara á mikið skrið og við erum komin með mikinn fjölda og það virðist einhvern veginn, það eru allir til í að tala dreifingu ferðamanna á hátíðarstundum en það virðist ekki fylgja fjármagnið og viljinn virðist ekki vera nægilegur til þess að fjármagnið fylgi, þannig að sé verið að laga vegakerfið og við erum með stórmál. Nú erum við að fagna til dæmis því að það að ljúka við Demantshringinn, klára veginn vestanmegin við Dettifoss að þegar klára hann, þannig við getum boðið upp á Demantshringinn. Við erum að fagna því ég hef ekki einu sinni tölu á hversu oft ég hef fagnað síðan ég kom til starfa og við vonum auðvitað að þetta verði ekki tekið út af fjárlögum aftur. Það sama við veginum Vatnsnes, hann illfær, bæði heimamönnum og ferðamönnum og það í rauninni bara hættuleg stað að gera ekki neitt og þannig að ríkisvaldið það þarf að fara að ákveða hvort við ætlum að hafa ferðaþjónustu allt Ísland eða hvort við ætlum að láta hana byggjast upp á höfuðborgarsvæðinu og síðan þá með stuttar dagsferðir út á land eins og staðan í rauninni allt og mikið ennþá. En þú nú aldeilis búin að fara sjálfsagt suður á fundi með alþingismönnum, fjárveitingavaldinu og hvað þetta allt saman
heitir. Hvernig þessi upplifun að það tala allir þetta, mikilvægi þess að bæta vegakerfið, fá aðflugsbúnað á Akureyrarflugvöll og svo framvegis. Allir tala þetta, en lítið gerist. Já, þetta er rauninni þannig upplifun. Það taka okkur allir vel og tala þessa hluti og menn séu tilbúnir í þetta. Síðan snýr maður sér við og þá gerist ekki neitt hjá okkur eða þá við fáum svona einhverja peninga í verkefnin en það spretta upp stærri verkefni á höfuðborgarsvæðinu þannig að skekkjan eykst alltaf. Allavega mínu dómi þannig. Það hraðin á uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu miklu meiri heldur en út á landi og því þurfum við að breyta og við megum ekki leyfa okkur það að svona tala dreifingu ferðamanna og tala hversu mikil áhrif það hefur á lífsgæðin á Íslandi og gera síðan ekkert í því. Leyfa ferðaþjónustunni að þróast af sjálfur sér bara svona í einhverjar áttir. Við þurfum að hafa einhverja stjórn á aðstæðum og þá þarf ríkisvaldið að stíga inn í og byggja upp út á landi. Það rétt sýn hjá mér sem hef atvinnu af því að fylgjast með gangi mála að ferðaþjónustan á Norðurlandi sé í raun og veru allt í einu núna farin að tala svolítið ákveðnar þetta og lemja í borðið? Já, ég held að það sé alveg rétt sýn hjá þér. Menn eru með miklar fjárfestingar í höndunum og það bæði stóru fyrirtækin og síðan það minni aðilar sem að vinna mjög mikla vinnu. Þó ég hef verið að segja áðan að við hefum fá tækifæri til nýsköpunar, þá í rauninni alveg ótrúlegustu hlutir að gerast. Og menn að leggja mikinn tíma og mikla peninga í verkefnin og við rauninni finnum það núna að meðan að ríkisvaldið sinnir ekki sínu hlutverki, þá svolítið verið að draga úr okkur kraftin. Þannig að menn eru farnir að berja dálítið harkalega í borðið og kalla eftir aðgerðum og kalla eftir því að við í rauninni fáum bara það sem okkur ber. Bara sem dæmi Skútustaðahreppur var að kalla nýverið eftir að fá gistináttaskattinn til sín. Milli 30–40 milljónir á ári sem að þeir ættu að fá inn í sitt sveitarfélag og gæti þá nýtt í uppbyggingu sem til dæmis göngu- og hjólastígur í kringum Mývatn sem eitt af stóru verkefnunum sem kom út úr áfangastaðaáætlunum sem við unnum síðastliðið ár. Það að segja að það verkefni sem að ferðaþjónustan, sveitarfélögin og íbúar hafa sammælst að sé svona forgangsverkefni. Og það ekkert nóg að hafa það sem forgangsverkefni í einhverju skýrslu sem í skúffu. Heldur verða menn að skila þeim peningum sem þarf til þess að sé hægt að vinna þessi verkefni. En þessar háværu óánægju raddir sem eru þjá orðnar sem sagt ákveðnari, gerðist þetta bara svona allt í einu eða var einhver fundur út í bæ þar sem að þið ákváðu þetta? Þetta gerðist bara allt í einu. Það þetta mikið að fundum í ferðaþjónustunni duglega hittast og finnur kraftinn, finnur hvað við eigum inni. Við finnum það bara snjóboltinn að fara að rúlla hjá okkur og við finnum að það verið að tefja fyrir okkur með því að klára ekki þessa hluti. Þannig að þetta bara, það búið að tala um þessa hluti í mörg ár og nú menn bara konum með nóg og vilja fá að sjá aðgerðir. Og hverja á að draga til ábyrgðar? Það þingmennir? Það eru þingmennir, það eru þetta ráðherrarnir, það stjórnkerfið í kringum ferðaþjónustuna. Það mjög óskipulagt ennþá. Það til dæmis búið að vera að ræða það og vinna skýrslur það í nokkur ár núna hvernig stjórnkerfi ferðaþjónustunnar eigi að vera sett upp. Það búið að koma með allavega 2 tillögur að því til þess að einfalda það og gera það skilvirkara en það ekkert verið að framkvæma það. Þannig að við þurfum svolítið að horfa á hlutverk hvers aðila. Ég veit ekki hverja á að kalla til, við getum auðvitað að skamma okkur sjálf líka, ferðaþjónustuna og sveitarfélögin og allt þetta en ég held að þetta náist í samstilltu átaki og vegna þess að það allir jákvæðir. Þingmennir eru jákvæðir við okkar óskum, ráðherrarnir eru jákvæðir, stofnanirnar í kringum ferðaþjónustuna eru jákvæðir, þá í rauninni ætti að vera hægt að láta þetta gerast mjög auðveldlega og mjög hratt. Hvernig samstarfi greinarinnar háttað við fólkið í landinu sem að á í raun og veru náttúruna sem að greinin að selja og hafa tekjur af? Já, samstarfið gott. Ferðaþjónustan í rauninni stórum hluta fólki í landinu líka, það að segja íbúarnir. Það að breytast á sumur svæðum samfélagið og svona áherslunar í atvinnulífinu, fara úr sjávarútvegi eða landbúnaði yfir í aukna ferðaþjónustu og það hriktir alveg í svona samfélögum þegar það gerist en hérna hjá okkur allavega fyrir norðan það hafa verið gerðar kannanir á því hvernig samstarfið og menn eru mjög jákvæðir ennþá út í ferðaþjónustuna og hún náttúrulega ekki orðin það mikil að hún sé farin að trufla mikið líf íbúa og hún að bera upp í starfsemi á mörgum svæðum, til dæmis bara það að menn komist í matvörubúð
byggir á því að ferðamenn séu á staðnum og þetta hefur mikil áhrif á félagslíf á svæðum. Þú getur haldið tónleika og opnað bari og veitingastaði og þú ert með ferðaþjónustuna en annars eru kannski of fáir íbúar. Þannig að ég held að í heildina sé samstarfið gott. Það er hins vegar þannig að íbúar eru ekki mikið að tjá sig almennt ferðaþjónustuna. Til dæmis varandi áfangastaðaáætlunar vinnu sem við vorum að gera, þá voru opnir íbúafundir og menn mættu ekkit á þá fundi, svona nánast ekki neitt. Veit ekki hvort það er vegna þess að menn hafi ekki tíma eða áhuga eða hvort að menn bara treysta svolítið á það að greinin sé að fara í rétt átt og séu bara sáttir með þróunin eins og hún er. En samt sem áður þá koma nú alltaf fréttir svona af og til, sem sagt svona klósettsögur og vera að pissa í bakgarðinum og svona. Já, það kom alltaf upp svona sögur og ég held að okkur finnst gaman að tala svoleiðis sögur og sumir segja að ferðaþjónustan sé sjálfum sér verst í að draga fram svona sögur. Þessar sögur eru oft svolítið orðum auknar, sumar eru auðvitað alvarlegar. Það sem er kannski erfitt fyrir okkur í markaðsmálunum þegar þessar sögur komi upp að þær fara mjög fljótt út í heim og þær til dæmis hafa haft mikil áhrif á það hvernig er fjallað Ísland í þýskum fjölmiðlum og við erum að sjá þessa fækkun á þýska markaðnum að hluta til vegna þess að fjölmiðlaumræðan í Þýskalandi hefur verið svolítið á þann veg að Ísland sé orðið fullt og að við séum ekki að vernda náttúruna okkar nægilega vel. Og það er eitthvað sem við þurfum að laga þetta. Það er sem sagt komið vetur núna og bresk ferðaskrifstofa, hún er annan veturinn eða ekki að fljúga beint á Akureyri. Já, þetta er bara frábært verkefni og ég held að þetta sé kannski líka hluti af því að menn eru aðeins að rísa upp núna og berja í borðið að fá innviðina í lag. Af því að lengi hefur verið sagt okkur að það sé ekki hægt að selja Norðurlanda vetri, það bara sé ekki hægt að komast þangað og ekki hægt að komast á milli staða. Núna er Superbrik að fara inn í sinn annan vetur. Salan gengur mjög vel. Þeir byrja núna 10. desember og þeir fara upp í 29 flug núna og mögulega fleiri sem er töluverð fjölgun frá þessum 14 flugum sem voru í fyrra. Þeir eru með stærri flugvélar, 202 sæta í staðinn fyrir 189 sæta og þeir eru með nýtt flugfélag, Titan Airways, sem er að fljúga og það flugfélag er með að koma núna í nóvember að skoða aðstæður og sem sagt þeir munu vinna með Akureyrarflugvelli í því að kortleggja leiðina fyrir aðflugsbúnaðinn og þannig að það sé hægt að setja hann vel upp. Þannig að við erum mjög bjartsýn á þennan vetur. Það er auðvitað mjög svekkjandi að við erum ekki með Akureyrarflugvöll tilbúin fyrir þetta flug. Og ef að þetta flug gengur illa, ef veðrið spilar ekki með okkur, þá er frekar illa fyrir ferðaþjónustunni komið ef að þetta verkefni gengur illa því það spyrst út í heim mjög hratt. Er það þá þannig sem sagt staðan ennþá svo að ef að veðrið spilar ekki með okkur þá getur farið illa en ef að aðflugsbúnaðurinn blessaði væri kominn að hver væri staðan þá? Þá er mun minni áhætta á því að veðrið hafi áhrif. Það hafði áhrif, það voru 2 skipti af 7 síðastliðin vetur þar sem að flugfélagið hefði ekki getað lent þrátt fyrir aðflugsbúnaðinn. Í hinn 5 skiptin hefði þeir getað lent ef þessi aðflugsbúnaður hefði verið til staðar. Þannig að það er töluvert ólík staða. Sko. En við erum bjartsýn hins vegar. Ég held að veðrið spili með okkur, það er alltaf, það er einhvern veginn vinnur sem betur fyrir oft með okkur og það eru mjög ánægðir ferðamenn sem komu í fyrra, jafnvel þeir sem þurftu að keyra frá Keflavík. Þeim fannst það bara gaman? Þeim fannst það bara gaman. Þeir voru bara rosalega ánægðir og það var kannski svona skemmtilegast að segja, var bréf sem Eiríkur bæjarstjóri fékk frá farþega í vélinni sem að þakkaði sérstaklega fyrir það að fá að vera og upplifa Norðurland og Akureyri og sagði að það hefði verið frábær upplifun að geta keyrt í 9 tíma frá Keflavík því hann hefði séð svo margt á leiðinni sem hann hefði mistað af annars. Þannig að farþegarnir voru bara mjög ánægðir sem var gaman að sjá. En mikið vill meira, eru fleiri ferðaskrifstofur svona að koma svona í kjölfarið á Superbrik? Já, svona verkefni hefur ákveðin ruðningsáhrif. Menn sjá hversu vel gekk hjá Superbrik og það er verið að klára núna samninga við hollenskt félag sem við vonandi tilkynnum bara innan örfára vikna og það er verkefni á svipuðu róli og þetta, það er að segja svona leiguflugsverkefni sem nema það verkefni er töluvert stærra. Þannig að það er mjög ánægilegt að sjá það undirbúningur gengur mjög vel þar. Er það þá sem sagt beint flug milli Hollands og Akureyrar? Já. Og síðan eru þetta Superbrik núna að bjóða Akureyringum að fljúga út. Þeir gerðu það ekki fyrra því þeir áttu þess ekki á þörfinni á heimamarkaði en fengu mjög margar beiðnir þetta. Þannig að þeir eru að vinna með ferðaskrifstofu Akureyrar sem að selur ferðirnar og þú getur flogið til London og Liverpool og Manchester og annarkot í pakkaferði eða keyptir flugsæti
og síðan ef það verða tóm sæti í einhverja aðra áfangastæði þá getur það dottið inn með stuttum fyrirvara á góðu verði. Þannig að það vonandi menn geti nýtt sér þetta. En hvenær áttu von á því að hollenska flugið hefjist þá? Er það þá sem sagt 2019? Það er 2019. Þá ég vona að það hefjist næsta vor. Þannig, og Superbreak verði þá líka næsta sumar. En hvað segja svona markaðslögmálin sem sagt svona leiguflug? Er það venjulega svona undanfarið þess að það verði sett á beint flug? Að eitthvað flugfélag bara byrji bara að fljúga bara beint bara Kaupmannahöfn, Akureyri eða London, Akureyri? Já, það er það. Við höfum séð það til dæmis í Finnlandi, mjög skýr dæmi það, og rauninni Svíþjóð og Noregi líka. Á norðursvæðunum þar að menn hafa byrjað með leiguflug, þá skapast einhver þörf, þá fáum við tölur ferðamannafjölda sem vilja koma, menn fá svona tilraunaverkefni eða demo hvernig svæði virkar, hvað er mikið í boði. Þetta veldur því líka að fyrirtæki geta fara að hafa opið allan veturinn og þjónustan verður miklu betri, nýsköpunin verður meiri og það byggir síðan undir það að áætlunarflugfélag geti flogið. Og það eru auðvitað félög sem að skoða þetta. Ef að þau fara af stað, þá munu þau bara vinna með þessum leiguflugsverkefnum. Þannig að Superbreak til dæmis gæti þá keypt sæti af því félagi í staðins að vera sjálft að reka vélarnar. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem að kemur í veg fyrir hvort annað. Heldur er þetta bara frábær undanfari og sýnir okkur að það er allt hægt. Þannig að margir sagt mig í gegnum tíðina að hætta þessu vesenni og þetta muni aldrei ganga upp. En við erum bara mjög ánægð með það í ferðaþjónustunni að hafa haft trú á þessu og ná þessu svona í gegn. Ég búin að taka viðtal við þig í mörg ár og þessa spurningu sem sagt hvenær hefst nú beintu flug og alltaf sem sagt talað þú að það séu svona einhverja þreifingar í gangi. Er þetta þannig að aðdragandinn er svona langur? Já, hann er mjög langur og við höfum alltaf þekkið það bara frá Keflavíkurflugvelli að við erum að tala við flugfélög svona í 5 til 10 ár áður en eitthvað gerist. Og aðdragandinn er þar alveg bara mjög langur og síðan auðvitað því við vorum að tala innviðina hérna og hvernig við vildum svona að menn myndi spýta í lófana að þá tefur þetta fyrir svona viðræðum þegar innviðin er ekki í gangi. Ég setti fram í viðskiptaáætlun 2011 varðandi það náinn flugi að við þyrftum að hafa sjóð frá ríkinu til þess að bjóða flugfélögunum af því það er þekkt módel erlendis frá. Þetta var 2011 og sjóðurinn hann kom loksins í gagnið haustið 2016. Þannig að það er í rauninni haustið 2016 sem við getum virkilega að fara að tala um einhverju viti við flugfélögin. Síðan kemur að ljósa í Superbreak-fluginu síðasta vetur að það vantar þennan aðflugsbúnað sárlega og það tekur allt á langan tíma og hann verður ekki tilbúin fyrir næsta ári. Þannig að það er í rauninni, annars vegar er þetta bara svona venjuleg viðskipti, þetta tekur þennan tíma að byggja þetta upp og hins vegar er þetta það að við hérna á landinu, Íslandi, erum ekki að nýta öll tækifærin sem við höfum í ferðaþjónustunni af því við erum á seina bregðast við með uppbyggingu á innviðum. En þetta tekur allt saman langan tíma en þegar fyrsta flugfélagið síðan kemur, hvað segja fræðin þá? Koma þá bara strax í kjölfærið kannski 2, 3, 4 félög? Já, getur alveg gerst. Það sem gerist hjá okkur þegar fyrsta flugfélagið kemur, það er að menn fara að sjá að það sé eftirspurn. Þetta flugfélag tekur upp mikla gistingu og Superbreak vann þannig að þeir byrjuðu bara á Akureyri og voru bara með gistinguna á Akureyri og fóru síðan dagsferðir í Mývatnssveit og út með firðinum yfir á Siglufjörð. Aðrir aðalar, ferðaskrifstofur sem við erum að tala við, þær fóru að hafa áhyggjur að þær fengi ekki gistingu og kalla svolítið eftir gistingu bara á Akureyri af því að það er svona kannski þægilegast og minnst áhætta fyrir þau að hafa gistinguna á hótelið á Akureyri þar sem flugvöllurinn er og hafa alla á sama stað. Við reynum síðan að kynna það fyrir þeim og markaðsetja það vel að það sé gisting og afþreying í boði út allt Norðurland og við sjáum það núna að Superbreak er farið að taka líka einn pakka í Mývatnssveit, Siglufirði og Húsavík og eru sem sagt bæði þá með hópaferðir og svo líka svona svokallar self-drive-ferðir þar sem að menn er að keyra sjálfur út allt. Hollenska félagi er síðan að skoða gistingu út allt. Það er annað félag sem við erum að við sem er hrætt að koma núna vegna þess að Superbreak sé með alla gistinguna. Þannig að þetta er svona svolítið samspil. Þannig að nú er svona komin ákveðin krafa á það að menn byggja upp meiri gistingu á Norðurlandi til þess að næsta flugfélag geti komið. Þetta er svona alltaf hvað er undan, hæna eða ekki. Hvernig líst þér á að Akureyrarbær hreinlega bara yfirtaki rekstur flugvallarins á Akureyri? Og þá þvælast væntanlega stjórnmálamennir minna fyrir.
þeir þurfa auðvitað að fá fjármagn til þess að geta tekið reksturinn upp. Þannig að ég held að stjórnmálamennirnir verði kannski inni í því verkefni áfram til þess að koma fjármagninu á. Við töluðum við og fengum hingað aðalega frá Svíþjóð fyrir nokkrum árum til þess að segja okkur frá því hvernig þeir höfðu með tekið flugvöllin yfir í sínu bæ og svona það sem var kannski auðveldast hjá þeim þar var að þeir voru með einhverja námur þar sem komu miklu peningar og gátu gert þetta þannig. Ég mjög ánægð ef Akureyrarbær getur svona keyrt þetta í gang að völlurinn komist í gagnið og hún hefur verið synd, það verið sett fjármagn í hann. Hvað aðferð menn nota, ég ætla í sjálfu sér ekkert að hafa skoðun á því. Ég ætla ekkert að sjá rekstur flugvallarins. Við höfum talað bæði það að menn taki yfir völlinn, við höfum talað líka það að þau þurfa að breyta eignarhaldinu á Isavia þannig að menn geti greitt þá arð út úr Keflavíkurflugvelli sem að færi síðan í flugvöllin út á landi. Það geti leyst málin líka. Það sem mikilvægast í mínum huga það að ríkisvaldið setji sér stefnu varðandi alla flugvöllin á landinu, hvernig á að byggja það upp, hvernig flugu viljum fá á það, þetta varavellir, þetta flugvellir fyrir einkaþotur eða þetta áætlunarvellir og að menn setji síðan upp einhverja stefnu þannig að það sé fjármagn bæði í markaðssetningu og uppbyggingu á þessum flugvöllum. Staðan núna svo að það eru flugvellir út all land. Ég fæ köll og símtöl allstaðar að að markaðssetja þennan flugvöll og hinn flugvöllin. Auðvitað vil ég markaðssetja flugvöllina en ef að ríkisvaldi ekki tilbúið þá getur maður illa að fara af stað. Þannig að það þarf að gera úttekt á öllum flugvöllunum okkar, vita hvað kostar að byggja það upp, vita hvað tækifæri liggja þar og fara að vinna að því markvisst. Hætt að tala bara dreifingu ferðamanna eins og samgöngur skipta engu máli. Það bara þannig. Já. Arnheiður Jóhannsdóttir, þakka þér fyrir spjallið. Takk.